við höldum áfram hér í föstudagsþættinum og hingað kominn mikill spunameistari, Bjarni Snæbjörnsson, leikari. Segðu mér aðeins frá spuna. Hvernig hann og hvernig tengist þú spuna? Já, ég búinn að vera hluti af sýningarhóp Improv Ísland frá því að sá hópur hóf göngu sína fyrir akkúrat 1 ári síðan. Já, það ekki lengra síðan. Nei, ekki síðan þessi sýningarhópur var til. Já. En og við erum búin að vera þar áður í 2 ár að æfa okkur og þjálfa og fara á námskeið hjá Dóri Jóhanns sem listrætastjórnandi Improv Ísland. Og já, og við erum búin að vera núna að spinna í þetta langan tíma. Hvernig, auðvitað leikarar eru sérfræðingar í að spinna. Ef við tökum pólitíkusuna frá. Já, einmitt. En sko það að vera í spunahóp og halda upp í sýningu bara í spuna, hvers krefst það af manni? Mjög góð spurning. Sko, fyrst og fremst, að þó að ég sé leikari, þá var ég alls ekki góður til að byrja með. Nei. Og það var einmitt svona auka pressa sem maður setti á sig þegar maður búið með 4 ára leiklistanám. Að koma inn á námskeið og bara ég á nú að vita eitthvað hérna. En þetta var það núllaðist bara allt út. Að þetta svolítið svona önnur, akkurat þetta sem við erum að fást við, svolítið aðeins önnur tækni heldur en það sem verið að kenna í leiklistar. Á hvern hátt? Þetta í rauninni, þetta bara svona pakki sem nokkuð svona grínvísindi. Grínvísindi? Já. En flott orð. Þetta nefnilega svolítið flott orð. Já. Og þetta sem sagt svona upprunnið, þessi tækni sem að Dóra Jóhanns lærði í New York, hún var þar í 4 ár og fór á fullt af námskeiðum og var í skóla sem heitir UCB og sem sagt lærir þessa svona vissa tækni og það mjög flókið að fara of djúpt í hana en sem sagt þess vegna bara fólk koma á námskeið. Já, já. Og en sem sagt það sem þetta snýst bara að læra á hvernig maður getur byggt upp bara svona grínsýningu sem 25 mínútur plus mínus og bara haldið hana út bara með alls konar svona töfrum og leiðum og maður lærir svona nýja hugsunarhátt og formar og hlustar og hvort annað alveg stór þáttur sko. Það kannski ekki bara stærsti þáttur? Jú, það það. Það eiginlega bara að vera bara með annarri manneskju í þessu augnabliki á sviðinu og þar gerast nefnilega töfrarnir. Í hinu fræga núi? Nákvæmlega. En Dóra Jóhanns, hún svona guðmóðir þessa? Algjörlega, hún það. Já. Og hún lærði þetta úti og fannst þetta svo merkilegt og frábært sem þetta og kemur heim til Íslands svona í fríum og með námskeið fyrir svona alls konar fólk bara að mæta allir á þetta sem að hafa áhuga, allir velkomnir og svo einhvern veginn byrjar bara að mynda svolítið svona stærri og stærri hópur sem að byrjar þá að æfa sjálfur saman og svo úrverður að lokum þetta orðið það stór hópur að það eru haldnar bara prufur núna og þannig að það bara einhver nefnd sem að velur inn í sýningarhóp og þannig að það maður þarf að hafa fyrir þessu og það þurfa allir að fara í prufur á hálfsársfresti til þess að sækja að vera með í hópnum. Þannig að maður getur dottið út úr hópnum? Já, maður getur nefnilega dottið út úr hópnum. Svo bara hefur maður sens á að æfa sig á milli og koma þá bara aftur. Af því þetta svo mikil æfing. Þetta ekki eitthvað sem að maður heldur bara við með því gerir ekki neitt. Og við erum að æfa, eins og fyrir áramót, þá var ég að æfa allt upp í 4 sinnum í viku, sko, fyrir utan það að sýna svo sýningar í Þjóðleikhúskjallaranum. Já, þið eru búin að vera þar í ár, eða hvað? Já, við erum búin að vera þar í ár. Já, og það eru feiki viðbrögð við þessu, fólk mjög hrifið. Fólk að taka mjög vel í þetta og það var nánast uppselt á allar sýningar núna í haust og það var alveg pakka síðasta vor líka, þannig að þetta að koma sterkt inn sem svo gaman, af því að okkur finnst þetta svo gaman. Já, finnur maður það ekki sem áhorfandi? Ef einhver að gera eitthvað að líf og sál? Algjörlega, og ég held, og líka bara, og þú veist, grunnunum sem við vinnum með í þessu bara leikgleði. Já. Af því að þú veist, að fara með, þú veist, maður með 6 öðrum kannski, að fara upp á svið og ef við höfum gaman, þó að það komi alls konar klúður og sem að kannski fólk sem að
hefur ekki komið áður, veit það ekki, en þótt að við höfum gaman og erum að skemmta okkur og þá það í rauninni það sem skiptir mestu máli. Ég las einhvers staðar að þið væruð ekki búin að ákveða hvað þið ætlaði að gera áður en að sýningin byrjaði og það getur verið bara frá einum áhorfandanum, orð eða eitthvað sem byrjað. Er það þannig? Þetta er bara nákvæmlega þannig. Þetta byrjar þannig að, eins og til dæmis við spinnum söngleiki með tónlistamanni. Já, og segðu mér það. Það er mitt. Þegar ég heyrði þetta fyrst, þá var ég bara, hvernig? Já, ég líka. Já, og það sem við fáum og fólk sem ætlar að koma á laugardaginn, það má hugsa núna þegar nafn á söngleik sem er ekki til. Já. Og það er bara má vera hvað sem er. Og við fáum bara nafn á söngleik sem er ekki til, við bara biðjum það og bara fyrsta sem gerist, við vitum ekkert, fyrsta sem gerist er að undirleikarinn bara byrjar að spila og við bara byrjum að búa til aðstæður sem að, þú veist, við vitum hver við erum, hvar við erum og eitthvað svona, og það gerist allt bara á þessu mómenti af því að það tengist bara þessu orði eða þessum titli frá áhorfendum sem við vissum náttúrulega ekkert fyrirfram, sko. Og svo bara byrjum við að syngja og komum með hver öðru og hlustum rosa vel aftur. Bæði á laglínur og á hvort annað hvaða upplýsingar eru að koma fram og svo bara heldur þetta bara áfram í einhverja söguframvindu og það koma skemmtilegir karakterar og við erum bara að leika okkur með þennan titil og þær upplýsingar sem koma fram. Hvað er þið mörg sem eru að gera þetta staðaldið? Við erum 30 í sýningarhópnum og við róturum svolítið. Já. Af því við erum líka að gera alls konar aðra hluti og það eru svona það bil 14 til 15 sem sýna hver sinn. Já. Og það er til dæmis söngleikjaspunni, vanalega á hverju einstu sýningu og svo er líka bara það sem kallast Haraldur sem er svona grunnformið af því sem er kennt og það er mitt hluti af námskeiðinu sem ég er að kenna núna. Hér á Akureyri? Já, það er svona Improv Íslandi í samstarfi við Leikfélag Akureyrar. Já. Og við bara bjóðum upp á námskeið og það er svona grunnnámskeið bara í öllu, þannig að við bara byrjum þar, svo þegar fólk vill fara að halda áfram, þá getur það kannski sérhæft sig í öðrum hlutum, sko. Spennandi. En þú talaðir laugardaginn og segðu mér laugardaginn, hvað er þá? Já, þá er Improv Ísland að fara að vera með spunasýningu í samkomuhúsinu, í samstarfi Leikfélag Akureyrar og MAK og mikil spenna í hópnum, þau eru á leiðinu öll á morgun og það verður bara eins sýning og við gerum í Þjóðleikhúskjallaranum. Þannig að það verður örugglega svona 3-4 atriði. Já. Og sem eru kannski hvert sig svona 20 mínútur og alltaf bara byrjað upp á nýtt og þess að bara nú er þetta form og svo er það búið og svo er næst söngleikur kannski og svo er hann búinn og svo kolla. Er ekki alltaf fiðringur í maganum á þér af því að þetta er svo mikil óvissa? Vægast sagt. Þetta er nefnilega algjörlega þannig listform að það er ekki annað hægt, sko, af því að maður og það sem maður kannski lærir og sem er kannski svo mikilvægt í þessu líka er maður lærir svo mikið að bara treysta hópnum sem maður eru með. Og það er svo stór hluti og það er búið að kenna manni bara líka á lífið. Bara í lífinu ætti maður bara að treysta meira á, þú veist, að það sem er að gerast og bara þetta er rétt núna og þetta er gott flæði og maður er í hlustun og bara hvert moment fyrir sig, bara maður verður að vera bara þar til þess að geta haldið áfram og treysta þessu fólki sem er með. Af því að mestu mistökin hjá mannu eru oft sko að vera í stressi sem er svo eðlilegt. Ég man þegar ég var að byrja og það kemur alveg stundum fyrir að ég er ennþá þar að ákveða eitthvað fyrirfram eða vera bara með eitthvað svona ég verð að redda þessu og fara bara ógeðslega langt með það. En þá einhvern veginn fellur allt af því að þá er maður ekki með hinum sem einn heili, sko. Það er í rauninni kúnstin er svo mikil þessi að vera öll saman bara í einum huga, sko. Flott lokaorð og ég veit, ég geti haft því hérna lengur vegna sem ég langar líka að heyra hvað þetta gera inn í leikfélaginu, en byrjum á þessu og hver veginn við hittumst aftur. Takk fyrir að koma og gangið vel og ykkur á laugardaginn. Takk fyrir mig. Og við höldum áfram hér í föstudagstættinum eftir smástund.